Komið sæl og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu og gaman að geta glatt ykkur með því að það er gestur hér við borðið sem þið hafið eflaust saknað lengi. Komdu sæl og blessaður, Gunnar Smári. Já, blessaður. Hvernig hefur það? Ég er á Batavegi og ætla að reyna að taka eitthvað svona vitul. Já, frábært. Kannski ekki koma inn að fullum krafti. Nei, svona eitt og eitt. Nei, ég veit ekki hvað gerist, kannski raka mér við þetta. Svona, Já. Ég hef eitthvað svona sérstaklega leiðsögn í þessu. Þetta er persónubundið og misjöft og það vill ekki ráðleggja mér hvað ég að gera. En læknarnir hafa ekki bannað þér að koma hérna og taka eitt og eitt. Ekki beint. Þeir eru alltaf margir, ég er búin að tala við mikið af læknum. Já. Og þeir eru með svona mismunandi línur í þessu. Já. Sem ég segja bara reyna eitthvað en ekki ofgera sér. Já. Hvað sem það er. Þannig að það verða engar kröfur settar á þeim með vinnuframlag, en við þökkum fyrir allt. Já. Svo sjáum við til kannski, ég vona að ég sé bara á góðum Batavegi. Já. Ég allan að væntingar það að verða bara fullgóður aftur. Frábært. Sé bara skrítinn kafli í lífinu. Já. Sko, þetta er En búið þið veist það eitthvað vel hérna, það er gaman að sjá. Já, takk fyrir það. Já. Við náttúrulega þurftum einhvern Ég veginn var að hugsa hvort það var ekki sniðugt að ég væri bara lengur í burtu og þá myndi þetta alltaf verða betra og betra. Þetta var mjög stórt skarð að reyna að fylla. Okkur tókst það ekki, en við gerðum okkar besta. Það er náttúrulega fyllir engin skarð annars með sama hætti, sko. Nei. Það bara gefur eitthvað allt annað út. Það kom eitthvað annað út. Og samstöðin er tilraunasjónvarp Já. og þolið margt. Já. En við höfum fengið hérna alveg ótrúlega margar hlýjar kveðjur og óskir þér til handa og ég hef nú örugglega ekki skilan að bróta því. En ég hef fengið að heyra það svo sem víða, sem ég fer. Já. Og sýnir það að samstöðin fer víða. Hún fer nefnilega ansi víða. Og fólkið finnst vænt samstöðina. Já. Og finnst skipta máli. Já, það er bara þannig. Og það er tryggð við samstöðina. Og allt fólki sem hefur beðið eftir og kemur aftur, það er svolítið fallegt. Já, einmitt. Sjáum til þetta, ég byrði fólk að hafa smá þolinmæði að ég verði kannski svolítið lengi í gang. Já. Þú sagðir við mig hérna áður en við hófum upptökuna að kannski svona í haust eða fyrir veturinn, þá væri það svona kannski að nálgast. Ég þetta svona að ég verði góður í sumar. Jafnvel í sumar, já. Hvað svo sem það er, hvað Íslandi hvað í sumar. Einmitt. En þetta er búið fyrir þá örfáu sem veit ekki hvað við erum að tala. Þú bara fékkst fyrir hjartað og blóðtappa. Hjartabilun og blóðtappa og gáttati og svona margt í einu. Já. Kannski ef ég færi betur út úr þessu ef ég færi fyrir til læknis. Já. Þegar ég fann að það var eitthvað að. Varstu búin að fresta því lengi? Kannski hefur Laufey átt að senda mig til læknis að ég var byrjað að tuða hérna svolítið mikið hvað ég verið þreyttur og slappur. Já, Laufey okkar góða tækni. Já, þá hef ég átt að fara. Stjórinn. Hef ég losnað við blóðtappanna og fá blóðtapp í lungun og svona hitt og þetta. Ertu semst að gefa þeim sem hlusta og horfa þau heilræði að þeir kenna sér einhver að meina þá eða að gera eitthvað í því? Já. Kannski lesa sér aðeins til, sko. Ég vissi ekki að svona ýmis einkenni væru merki hjartabilun, sko. Nei. Svo svona bjúmyndun og þreyta og mæði, ég hef ekki hugmyndum að þetta tengdist hjartana. Nei, einmitt. Vissir þú það? Nei, ég vissi það ekki. Og ég náttúrulega bara eins og þú, maður heldur alltaf að eitthvað komi bara fyrir aðra. Já. Það er bara kannski mér er sagt að ég sé svona freka með þeim yngri sem er í þessu vanda. Heldur þetta sé bransinn, blaðamennska? Það er margir haft samband með svona kenningar að þetta veri afleiðing af einhverju, ég er ekki alveg viss um það, sko. Ég bara veit það ekki. Nei. Það er til hjartveiki sem er byggð á sorg eða áföllum. Já. En ég er ekki með hana. Hún er svolítið öðruvísi. Já. En þú ert með rokkaða stillingu á símanum og það finnst mér lóguð. Þannig að það er... Ég er nefnilega að því að ég er á göngudeild og þú hringja í mig, sko. Já. Og að því ég vann hérna þá var ég alltaf með slögt á hringingunni. Já. Og var hundleðilegt að hringja í mig að því ég svaraði aldrei. Já. Þannig að ég setti þetta upp til þess að heyra í læknunum þegar ég hringja og hjúkrunarfræðingunum. Þannig að þetta er stiltu fyrir hana Guðbjörg. Því það skiptir máli að stundum við vera að hræra eitthvað í lyfjónum og eitthvað svona.
En áður en við allavega frábært að sjá þig og ég vona að batiðin haldi áfram og hilsa þín batinn dag frá degi og við fáum, ég ætla ekki að krefja þig viðtöl en bara fyrir hvert og eitt þá þakkar fólk því að þú ert góður í þessu. En áður við förum í til dæmis þitt framlag í kvöld og áður við förum í þáttinn, hvernig hefur þér fundist upptaktur sveitarstjórnarkosninganna vera? Já, sko manni finnst alltaf þetta svona fara aldrei í gang en að sumilegt það vegna þess að þetta eru sveitarstjórnarkosningar og það eru mörg sveitarfélög og það er eiginlega erfitt að fjalla þetta sko, af því að þú getur bara fjalla bara Reykjavík, af því sem er náttúrulega, hvað er það, 3 sinnum stærra heldur næsta. Já, svo þá er þetta þá fjöldan þeirra sem hafa áhuga því. En það er ekki alveg hægt sko, þannig að RÚV og Vísir og þessi stóru miðlar og Samstund kannski líka er að reyna að fjalla svona fleiri. En þá, ég meina, hver hefur áhuga á bæjarstjórnarmálum í Kópavogi? Fyrir utan þess að 40.000 búar og það voru þú veist 360.000 mann sem að engan á þessu. Þannig að þetta hefur alltaf verið vandinn sko. Já. Og það er sjaldan sem að til dæmis þetta verið sveitarstjórnarkosningar í Bretlandi að þá myndi þetta bara snúast landsmálin. Því þá er þetta bara pólitískar kosningar og svo náttúrulega fyrir að kemur niður á sveitarfélagið að þá er svolítið fjallað það í einhverjum bæjarblöðum en almenn umfjöllum BBC er ekkert að brjóta niður alltaf fjallað Birmingham og Tottenham og það eru tildóttir ég veit ekki því er ekkert þannig að og þá er oft svona þú þekkir það að það verður að fjalla að verkamannaflokkurinn helmingaðist í sveitarstjórnarkosningunum og það er bara refsing fyrir landsmálin. Ég held að það sé ekkert svona, ég held að það verið síðast að þá varu nýbúið að vera Íslandsbankamálið kom hann að listinni þá sem að fengi að kaupa hjá Bjarna. Já. Ég held að það hafi haft áhrif á slegið svolítið niður fylgi Sjálfstæðisflokksins. Já. En mér finnst ekkert svoleiðis verið í gangi núna, það er engin svona, það er ekkert verið að refsa ríkisstjórnarflokkunum, menn Samfylkingin stendur sér bara vel í Reykjavík, í Kópavogi og Sæmili í Hafnarfirði og ég verður ekki stæðstir á Akureyri. Í einhverju konum? Jú. Er það ekki svolítið skrítið? Já, svolítið skrítið. Já, mjög skrítið. Já, L-listin sem hefur verið eitthvað svona mega-afl þar hefur eitthvað gefið eftir. Já. Þannig að þetta er svona enginni, en hins vegar að maður gleymir þessu öllu að þá finnst mér þetta frekalegilegt sko. Með svona tónnin í það sem að fólk er að segja og sömulítið finnst mér pólitíkin vera orðin svona leiðilegri sko. Allir að það er svona trumpísk allt frábært sem ég gerir og allt ómulið sem þú gerir. Já. Þetta er stemmingin svolítið. Ég held líka að ég finni meira fyrir því en nokkru sinni sko, þú veist í gamla dag þá var þetta bara þannig að við, menn eins og þú og ég, við réðum hvaða upplýsingar almenningur fékk fyrir kosningar og þetta voru bara takmarkaðar upplýsingar, við vorum hliðverðir við völdum það hvaða viðmælandi ætti skilið að koma og segja eitthvað. En vorum við ekki að reyna að endurvarpa eitthvað sem við töldum að væri svona meginatriði í kosninguna? Jú, en eiga síður sko, við höfðum þessa stjórn ábyrgð, núna flæðir allt sko. Facebook er svo leiðilegt. Já, af endalausum upplýsingum, manni sýnist að sko önnur hver staðhæfing sé röng, en maður nennir einhvern veginn ekki að tekka það, því að það er svo, er það svo mikil vinna og þetta líka svona gerir mig svolítið dofinn bara já. En hins vegar getur þetta orðið merkilegar kosningar í Reykjavík að ég meina til dæmis með við síðustu kannanir þá er bara Framsókn, Píratar og Flokkur fólksins bara úti og ég held að til dæmis fólk kýs taktíst og það er meira fólk kaus mjög taktist í síðustu þingkosningum en það fóru þeir flokkar sem að voru tæpir á því að ná inn að þeir bara minnkaði fylgi höfðum öllum Pírötum, VG, sósíalistum meira að Framsóknarflokkurinn kemur út úr kosningunum miklu lakar heldur en að maður hefði svona fyrirfram spáð og ég held að það hafi verið að fólk hafi verið hrætt að kasta atkvæði sín á glæ og forsetakosningarnar sem voru áður voru mjög margir sem að kausu taktist
og Halla varð sko forseti út á það. Já. Að fólk vildi ekki að Katrín Jakobsdóttir, eða nógu margir vildu það ekki til þess að hún fekk bara mjög fína kosningu alla. Þannig að ég held að verði taktíst þess að sem mjög veik staða hjá Pírötum, Flokki fólksins og Framsókn að vera svona langt frá því að vera inni. Sósíalistarnir svona hanga inni, þeir eru ekki síðastir inn. Síðastir inn náttúrulega þessi 9. maður Sjálfstæðisflokksins sem náttúrulega svolítið skrítið að sjá 9, en ég held að það verði ekki. Maður eftir að sjá það. Já. Þannig ég held að það verði svona sveifla á þessum 2 vikum sem eftir eru frá veikari frambúðunum eitthvað. Og svo, ég veit það ekki, mér finnst gaman að sjá miðflokkina, þeir alltaf verið að segja okkur hans er svo stórkostlegri sókn einhvern veginn á Íslandi. En þegar að líður að kosningum, það var til dæmis þingkosningar 24, að þá hefur verið miklu hærri í aðdraganda kosningana en þegar að vera að líða kosningum, að þá er bara eitthvað við miðflokkin sem að hann er betri hugmynd heldur en svona raunveruleiki. Og hann er núna bara með 10%, til dæmis saman að fylgi vinstrisins og sósíalista er eitthvað 90%. Þannig að það er miklu meiri vinstri sveifla í gangi í borginni heldur en svona ultra hægri sveifla. Algjörlega. En svo sér maður að miðflokkurinn er sterkari er hann ekki ágættur í Hafnarfirði og Kópavogi og svona. Jú. Það getur fengið svona stönd. En ég held að það sé gaman að sjá hvort að hann uppskeri. Já. Líka Samfylkingin sem að veðjar svolítið inn á þessar sveitarstjórnarkosningar að ná sér sko stimpla sér rækilega inn eða allstaðar í sveitarstjórnum. Ég veit ekki hvort það takist allstaðar því að sumulit er að fjara undan ánægju fólks með ríkisstjórnina og það verið spilnað meira á Viðreisn og Flokki fólksins. Já. Flokkur fólksins í Reykjavík sem var mjög lengi að birta lista og kemur með Guðmund Inga Þóroddsson að ég veit ekki kannski er bara Guðmundur Ingi hann er bara of sérstakur frambjóðandi sko. Fyrirverandi fangi hommi þetta er bara kannski er það brótt djart hjá Flokki fólksins og það er ástæðan fyrir því að Samfylkingin vildi hann ekki ítt honum í burtu. Á markaðslegum ástæðum bara. Já, við erum kannski bara ekki komið lengra að þetta. Að ef þú ert fyrirveldi fangi og þá bara því miður. Svo fekk hann eitt tækifæri til þess að tjá sig og þá klúðruðu þeir því einhvern veginn. Já, var það ekki Heimir sem var að skipta sér af? Ég veit það ekki hver klúðraði vildi ekki að vera í þessu samingi. Já. Með borgin okkar sem er nú ekki að gera gott mót. Nei. Og sósíalistarnir voru þarna. Og stóð sér bara vel frambjóðu þeirra og svo var þarna góðan daginn frambjóðu sem er eiginlega skrítnasta sem var til bara í einhverju fermingabóði eða eitthvað voru fólk eitthvað að ræða eitthvað pólitík og kemur upp hugmyndin að það veri best að við myndum vera að ráða frambjóður og þá var tekin ráðningarstjóri og hann réð fólk inn á listan þau ég held að þetta væri eitthvað sem fólk hefur verið að bíða eftir. Þetta er svo skrítin saga eitthvað en hún bara kennst ekki í gegn sko. Nei. En sko, já. Og engin veit hvað þetta fólk vill, veist þú það? Nei, ég hef ekki hugmyndið það. Og ég verð að viðurkenna það að það er rosalega svona takmarkaður vilji hjá mér til þess að kynnast því hvað þau vilja segja. Ég skal bara vera ærlegur með það. Nei, og ég meina Píratarnir eru að endur svona gangsetja sig ég veit ekki ég held að það sé svolítið erfitt að komast í gegn sko og fáum sem er að taka að staðar þannig að og þetta einhvern veginn fer athyglinni yfir á stærstu frambúðun. Já, þú sem að spáir því að það verði svona eskalering eftir því sem hann líður nær kosningum þá fjölgi þessum strategísku svörum í skoðanakönnunum. Sko þú kannast við að Óli Harðar, hann var andmælis alltaf. Þannig að Íslendingar kjósa ekkert svo mikið taktíst. Því að fólk kýs bara eftir svona lífsafstöðu sinni.
Og það má vera ef við verðum kannski með fjórflokkakerfið. Ég meina sumir eru bara allaballar og það svona erfitt að færa það og það að vera allaball ekki endilega að vera eitthvað svona flokksestur, það bara að vera með svona afstöðu til lífsins, að þú vilt að að samfélagið sinni þeim sem að standa veikar og þú vilt að sýtt undir svona menningu og þú svona eitthvað allaballa ský eitthvað og þú ert þarna og það er langt líklegt að bara kjósa það er svo ólíklegt að þú farir eitthvað stökkva yfir á Framsókn eða Pírata, en svo kemur hrunið og þá fer þetta allt á hreyfingu. En þá setur eftir, sko, er einhver svona flokkur fólksins maður eða er einhver Pírati? Þú veist, þetta er svona Pírati, þú veist, eitthvað tölvunörd, þú veist, svona típiskur, en það er náttúrulega bara 200 mann, sko. Þannig að ég held að sé að þessi sem að vera Óli er að vitna í svona tryggðina að þú veist, fólk kjósi svona til lífsafstöðu sinni, það sé tói alltaf í, þannig að þú ferði ekki að kjósa taktíst. Ég held að bara eigi ekki við flokka umhverfið eins og það er í dag. Og ég meina Samfylkingin, þetta er ekki sama og Alþýðuflokkur, þetta er bara Kristrún Frostadóttir, fólk sem er áhangadóp Kristrún og Frosta. Þetta er ekki svona eins og það sé einhvern veginn svona fólk sér bundið. Þannig að þá held ég að koma inn svona fyrirbrigði eins og að kjósa taktíst, það verður ekki að því í gamla dag var það þannig að ég vil fyrir að kjósa allaballana þótt þau ná ekki inn af því að ég bara er eitthvað skylda til þess og það er svona statement frá mér að þau fái þetta er ekki tengt Pírötum eða flokki fólksins og Framsókn í Reykjavík, ég held ekki sko. Nei. Helst Framsókn í Reykjavík það er skelli í nokkra börðastur kannski og hafi kostingakaffi. Svo fannst mér líka áhugavert í síðustu viku að það voru 2 konur við rauðaborðið í einu þætti. Sannarlega höfðu þær ekki sammælst að segja eitthvað. Það kemur bara ein spurning og báðar svaraðar spurningunni þannig að það er persónulega hjóla í Ara Edvard oddvita Miðflokksins og báðar lýsa þær karlrembu, önnur persónulegri reynslu, hinn meira svona eitthvað sem hann hafði heyrt og síendur tekið. Ég var skammað fyrir þetta. Kringu sig. Varst þú skammaður? Tryggur áskrifandi. Já. Og ég spurði náttúrulega bara, voru ekki viðmælendur sem voru að segja þetta? Varst þú að segja þetta? Nei, þetta var ekki erindi samstöðurinnar. Ég er að segja þessa sögu að sko, þetta er algjör tilviljun að það eru 2 konur í einu þætti og báðar segja þær það sama og báðar sem sagt nota þær sinn mínútu tíma til þess að fara í oddvita Miðflokksins. Og maður spyr sig sko, gæti þetta orðið aðeins harkalegra að þessir umdeildari oddvitar, gætu þeir vænst þess þegar líður að kjördegi? Jú, það ferður að vera á taugum sko. Af þessu, já. Það er og þú ferður á taugum að þá það er kannski erfitt að fara, segjum við bara Framsókn og svo ég sé eitthvað ætla þeim eitthvað að það er erfitt að ætla núna á síðustu 10 dögunum einhvern veginn að blása Einar Þorsteinsson upp sem einhvern sko frelsara. Þannig að það er líklegra að þeir sem fara á tögum í Framsókn reyna að grafa undan einhver staðar þar sem að fylgi þeirra gæti komið. Gæti verið Miðflokkurinn, Miðflokkurinn er einhver litið klopningur út á Framsókn. Gæti verið litið á að þeir var í keppni við Viðreisn miðjufylgið, eitthvað svona. Og þá gæti farið í gang svona skítkast með það miklu líklegra heldur en að einhver flokkur nái sér svona á flug með svona jákvæð skilaboð. Ég held að Vinstri geti gert það með Sönnu sem á nú könnun sem sýndi það að hún er svona töluvert yfir öðrum í sambandi við traust. Já. Ég var nú að skrifa það svona í eðlilegu ástandi að þá myndi fólk samt að horfa á hana, það er ekki bara langsniðast að gera hana borgarstjóra. Já. Borgarstjórn nýtur eitthvað 11% traust á landsvísu. Þannig er eitthvað sem er með 40% traust eða eitthvað sem er með 20% og myndi frekar veið hann með 40. Þannig að mér finnst það að vera, Pétur í Samfylkingunni, þú hvað? Mér finnst það ekkert borgarstjóri efni. Nei, ég meina þú hefur ekki haldið í byrjun árs að það myndi móta kosningabaráttu Samfylkingarna miklu meira að það væri búið að skipta fórstu. Jú. En þú bara, við sjáum það alla. Hann bara mætir á fundina og svo er það náttúrulega, þetta er svo mikil svona
trúðalest eða eitthvað, þú veist, þú ferð á það viðskiptaráð og svo ferðu verið í leigjendasamtökin og svo einhver kostning, skuggakostning í Ármúlaskóla og öll þessi pallborð öll þessi pallborð og mæti í vísi og þú ert kannski forystumaður alveg þar og þú bara gerir allt rétt, finnst þér en raunverulega varstu aldrei að gera neitt sem skiptir máli. Þú bara mættir á alla staðina sem allir voru að biðja en þú náðir aldrei að breyta kostningabaráttunni og ég held að Pétur mér það bara langt frá því. Mér finnst hann daufur og bara sviplítill og mér finnst líka áhugavert. Ég var með nokkra viðreisnarfulltrúa í borginni, efstu sætum daginn og þannig Björg, hún situr í stólunum þar sem þú ert núna og við hliðina á henni situr Róbert Ragnarsson sem búinn að vera sveitarstjóri og bæjarstjóri alveg bara hvað eftir annað. Og ég spurði bara af hverju eðlilegt að þú sért að gera kröfu það að þú verði borgarstjóri þegar þú ert með mann við hliðina sem kann þetta jobb og mér finnst þetta svo furðulegt í rauninni að það sé verið að dempa öllu þessu fólki framan í okkur sem allt segir okkur að það verði svo góði borgarstjórar þegar það í rauninni ekkert sérstætt sem bendir til þess og vilji kjósenda eða sem sagt traust kjósenda augljóslega ekkert mjög mikið í gagnvart þeirri hugmynd. Skilur hvað ég á við? Mér finnst þetta einkennilegt að þurfa alltaf að vera eitthvað borgarstjóraefni. Hefur verið gerð könnun svona hvernig viltu þess að borgarstjóra? Já. Hefur verið gerð svona könnun? Já, ég held að. Eða er það bara traustið sem hefur verið? Traustið er allt annað. Já. En kannski vantar þá könnun. Nýlega allavega. En þá svara fólk náttúrulega hvað svona líklegt. Það segir kannski enginn svo vist. Einar Þorsteinsson eitthvað. Segir það ekki. Þetta verður sennilega svona eins og þú segir, þetta fer að verða aðeins kemur taugaveiklun í þetta? Já, kemur meira stress í þetta og meiri leiti en kannski örstutt að nefna eina frétt dagsins við þig áður en við förum í þáttinn í kvöld að nú búið að kenna sólmyrkvanum eða almyrkvanum og sólu það forsendur kjarasamninga bresta það er ekki ágætt bara það verði þensla út af því Já. Hvað er þetta margir sem ætla að koma eitthvað? Þetta er einhver ægilegur hellingur Manstu þegar geimurinn að komu það var eitthvað minna heldur en það var raunverulega var ekki eitthvað snæfistleysi sem geimurinn ætla að koma og þá var okkur sagt að það yrði allt vitlaust Það hefði náttúrulega orðið allt vitlaust þegar við geimurinn að komið Hvað ætlað þú að gera sjálfur þarna 12. ágúst? Ég hef ekki spælt í þessu. Sko en eins og þetta fréttin náttúrulega það að kjarasamningarnir hanga á einhverju mælingu. Já. Þannig að ef það kemur allt í svona gusa út af einhverju þessu, þá bara falla kjarasamningar sem meikar náttúrulega ekki í svona sens að þetta veri eitthvað svona lengri tíma en svo þetta kannski verið að segja að þetta sé svo tæft að ég held að þú geti farið inn á Hagstofuna og séð að það er meiri gusa í verðbólgunni á fyrstu mánuðum ársins. Já. Hún lægst yfirleitt. Já. Ég pröfaði þetta daginn, þá tók ég árshækkun við síðustu 3 mánuði, að þá liggur hún yfirleitt mjög lágt á haustin. Já. Og það er kannski ástæðan fyrir því að mælingin á haustin. Já. Við gætum lent í því að verðbólgan væri farið niður, en hins vegar mælieiningin aftur á baki tíman, hún hærri heldur að var. Og þá náttúrulega setjast aðila vinnumarkaðarins niður. Og það má vel vera að niðurstaðan verið svo að margt bendi til þess að verðbólgan sé komið niður og það væri fáránlegt að sprengja samningana á gamalli verðbólgu frá því ársbyrjun. Og þess vegna skulum við annarkvort henda fyrirtækin 0,5% hækkun eða eitthvað eða þá að verði farið til ríkisins og þau bjóði launafólki eitthvað tilfæringu í skattkerfinu eða eitthvað þannig að þetta ekki alveg þannig að bara ef að mælingin þannig að verðbólga fyrir yfir 5,4 eða hvað hverju mælingurinn að þá séu bara lausir samningar, það ekki alveg þannig svo. Nei. Og ég held að hafi aldrei, ég man ekki eftir því, manstu eftir því, að samningar hafi verið, það eru verið svona forsetaákvæði, voru í þjóðarsáttarsamningunum og allt saman. Ég man ekki eftir því að það sé bara rift. Nei. Ég held að bara aldrei gerst. Nei. En ég ekki segja að það muni ekki gerast. Nei. En
Þannig að sumileiti þetta svona galsafrétt. Jú, að einhverju leiti. Þetta kemur samt upprunalega frá einhverju greiningadeild, einhvers banka, sko. Já, ég meina, þeir eru náttúrulega eins og þeir eru. Ég skil ekki akkur alltaf vera vitni í þá. Þetta er náttúrulega, þetta eru starfsmenn bankana er alltaf að segja okkur hverju efnahagsaðstæður og hvernig við höfum að hegða okkur í lífinu. Mér finnst það bara fáránlegt. Ég veit. Þú hefur margoft gert það tjóðsend við það. Já, ég bara... Þú myndi alltaf því áfram. Já, og saman ég geti komið með viðskiptaráð og hefur verið til umræðu hérna núna. Það er alveg sama við það. Þetta er náttúrulega bara áróðusmaskína allra ríkasta fólks á Íslandi. Það er alltaf verið að tala um þetta eins og þessi svona almenna ráðleggingar, hvernig við höfum að byggja upp samfélagið. Við höfum alltaf aðra hagsmuni heldur en hennir allra ríkustu. Við höfum enga hagsmuni af samfélagi yfirleitt höfuð. Þeir hafa peninga bara til þess að kaupa sér heilbrigðisþjónustu og kaupa sér menntun. Svo vildu þau leggja niður verkalýðsfélögin daginn og fengu ákúru fyrir það og þá eru þær hættir við og þetta er einhver miskilningur. Já, þetta er félagskapur sem nýtur ekki mikilla virðingar í ég held að séu svona 20 kastlus ári sem viðskiptaráð fer. Þeir koma með einhverja skýrslu og þeir eru bara mættir í kastlus. Já, en ég ætlaði að segja sko nýtur ekki mikillar virðingar á meðal almennings en aðgengið þeirra einmitt að fjölmiðlum og stofnunum er alveg dulafullt sko. Heyrðu, en ég er svo hræddur að slokna á þér Gunnar Smári minn að við þurfum að passa þig sko, ég vil ekki þreyta þig meira en í þættinum í kvöld þá við ætlum að ljúka honum með veistu hver Jón Aðalsteinn Þorgeirsson klarinettu leikari er? Jón Aðalsteinn klarinettu og myndlistarmaður líka. Nei, hvað ekki á því. Ég er svo helur í þessu, ég þarf eiginlega að fá mynd á honum til þess að... Þetta er maðurinn sjötugt sem er haldinn gríðarlegri veiði ástríð og hann ætlar að enda þáttinn með því að ræða við mig um Laxá í Aðaldal, einhverjum urriðasvæðið og sögu veiðana langt aftur í tíman og svolítið hvernig útlendingar kendu þingeyingum að krækja í lax. Þannig að þú ert á heimaslóðum? Ég er svolítið á heimaslóðum í því. Síðan kemur hún Ásdís Olsen sem er búin að vera hjá okkur núna í nokkra vikur og hún ætlar að ræða við Pál Jakob Líndal umhverfis sálfræði og hamingjuna og þá er komið að þér. Hvað ætlar þú? Já, það er Guðjón Friðriksson sakfræðingur og rithöfundur. Hann var gerður að heiðursborgara Reykjavík og það er fáir sem voru heiðursborgara, bara örfáir. Þetta er bara svona Vigdís og Björk og Jóko Ónur endur. Þannig að hann kemur hingað og ég ætla bara að spjalla við hann í svona tilefni þessu. Og hann er náttúrulega búin að vera að skrifa Reykjavík og fjallum Reykjavík eiginlega alla sína 100 kalla tíð og mér langaði svolítið að reyna að átta mig á því svona hvaða Reykjavík hann er með í hausnum. Af því að svona hugmyndir okkar Reykjavík, hugmyndir þínar Reykjavíkur, annar mínar sem er upp hérna. Engin spurning. En hann er náttúrulega rannsaka, hann hefur búin að rannsaka sko skolpkerfið. Það mér langar að heyra þá líka kannski svona bara sagnfræðina og mér finnst það stundum eins og við lifum tíma sem eru svona hálfsöguleysir. Látum eins og sagan kom okkur ekki við. Og svo bara ýmislegt. Hann er merkilegur, Guðjón. Hann er orðinn 81 árs gamall. Er hann það? Hann ber aldurinn mjög vel. Og hann er að skrifa bók. Já. Hann situr við þessi maður. Þetta er ótrúlegt lífstarf. Finnst þér ekki? Já, bara ótrúlega mikið sem hann er búin að gera. Já, það er magnaður. Ég hlakka til þessa. Ég ætla að fylgjast með ykkur. Svo byrjum við á Eila Rifrildi, svona smá slag. Þau mætast Margrét Tryggvadóttir, formaður rithöfundasambands Íslands og Valur Gunnarsson, sagnfræðingur og rithöfundur, hann gagnrýndi við Rauðaborðið í síðustu viku úthlutun ritlauna. Þetta hafi verið góður, hann hefur verið að fjalla þetta svolítið á Facebook. Já. Og hann hefur ekki fengið neitt eiginlega. Nei. Hvort hann hefur aldrei fengið neitt. Hann hefur einu sinni fengið 3 mánuði og það er allt sumt. Og hann skrifar og skrifar, þetta er flotta bækur. Þetta er gott hjá honum að stíga fram að því það er alltaf sagt að gera það hvaða öfund og alls konar aðferð náttúrulega að þakka niður í þér. Hann sagði bara ég hef enga að tapa. Nú er bara svo komið, ég hef enga að tapa. Og nú tekur hann slægin og þótt hún náttúrulega sé ekki ábyrg fyrir hún Margrét Tryggva fyrir því hvernig þá er þetta
ansi bitastæð umræða og töluverða tilfinningar í þessu og ég blandaðist nú einhvern veginn inn í þetta líka sko. Þannig að við erum Þú sóttum? Já, ég gerði það hérna í gamla daga og fekk aldrei neitt og svo sótti ég fyrir norðan og þá bara bang fekk ég bæjarlistamaður og þetta sko svolítið mín rögg og líka vals ef það kunnuleiki þá líklegt að þú fáir umfram þar sem ekki kunnuleiki og þess vegna sem sagt svo líklegt að það verði alltaf einhverjar ómeðvitað eða meðvitað þá verði einhver bjögun, einhverja skekkjur, einhverja persónulega skekkjur. Við þekkjum þessa umræður öllum kemum Íslands. Það alltaf þannig. En þetta ekki bara alltaf lítið, þetta tvöfald þetta? Ég held það. Þetta algjört grundvallaratriði til þess að hérna séu gefnumtökur á bækur af því það sko forlagið og markaðurinn hefur engin efni á því að borga höfundunum sannvirði vinnusinnar. Nei. Þannig að það verður að koma fram eitthvað svona styrkur. Það ætti að hvetja fólk til þess að nenna að lifa við svona lág laun að reyna að auðga sitt samfélag með skriftum. Bara því fleiri ritlun því betra. Svo mín skoðun. Ég held að við verðum bara að freka núna heldur en nokkuð tíman að vera að reyna svona að greina samfélagið og stöðu okkar og það náttúrulega gert í bókum og skáldskap og það líka styrkir þarna til þeirra sem að skrifa annað en skáldskap svona sagnfræðilegar bækur sem svona sagnfræðilegum grunni líka ég sótti eins og hérna mann það núna allt innu og þá var það til þess að geta óskað eftir greinagerð ástæðu þess að hverju hinir fengu ég held að það bara verið hlegið í burtu þetta þetta mitt en það var svona hugmyndinu eins og svip og þú ert að segja þetta svona þetta ekki alveg upp á borðinu en þannig að þú veist hvað ræður því að Valur fær ekki getum við einhvern veginn rétt að veiða það fram einhvern veginn en ég veit Mér finnst bara allt til að ræða þetta og reyna að nálgast þetta svona án þess að vera polariseruð alveg bara í þessa átt eða þessa og ég held að megi alveg ræða þetta, ég held að megi gagnrýna þetta án þess að þú farið þá leið sem að mókin fer að telja orð og blaðsig, skilur við? Og kunni ekki að telja, sko. Nei, svo kunni það ekki. Það var eiginlega niðurstöðan. Já, en hérna... En mókin, hann ræðist alltaf, ég tek eftir þessu, hann ræðist alltaf á Andra Snæ. Já. Það bara eitthvað við Andra Snæ sem að bara hægrið bara meikar ekki, sko. Nei. Ég veit ekki hvað það sé bókin en svona Draumalandi, sem var náttúrulega metsölubók. Já. Sem var svona hvert Ísland ætti að stefna rampólitísk bók og margt sem hann hefur gert hefur gengið upp einhvern veginn en það eins og þessu alveg meðan og heilanum Já það eitthvað sem pirrar og alveg svakalega auk sko umhverfis áherslurnar og þess sem að segir sem að þetta náttúrulega heggur aðeins gegn þessum stríðsæsingskapitalisma sem að hérna ósvölbar og við vitum all En Gunnar Smári, kæra þakkir fyrir komuna og hérna vonandi bara fáið að sjá meira af þér á næstu dögum. Takk fyrir að fá að vera það. Og kærar þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur sem styrkið samstöðuna, bara að minna á söfnunarbaukin okkar. Ef þið farið inn á vefslóðuna samstöðin.is þá finnið þar napp þar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2.750 krónur þá getið þið slegist í hóp eigenda samstöðarinnar og öðlust jafnvel eitthvað ritstjórnarvald en það sem að skipti kannski mestu máli þið auki líkurnar á að við höldum áfram að starfa hér fyrir þig en teljum í eftir andartak fyrst nokkrar auglýsingar Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is Jæja, krakkar, þetta síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ, krakkar, ég nýji kennarinn ykkar.
Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.